Donni Sigurðsson. Donni, nú það leikurinn. KA á morgun. Hvernig ertu gíraður fyrir morgundaginn? Mjög spenntur, ég glaður, ég bara til í slaginn. Sumir segja þetta sé leikur sumarsins, ég segi þetta sé næststærsti leikur sumarsins. Stærsti leikurinn verður hérna í haust þegar síðustu umferðinni þegar KA menn koma hérna heim. En það nægur tími til stefnu. Hvernig staðan á hópnum í dag fyrir leikinn á morgun? Þetta ekki leikur sem allir vilja taka þátt í? Jú, það alveg engin spurning með það. Ég held að staðan sé bara mörguleiti góð. Við verðum klárlega með 18 manna hóp sem allir klári að spila þennan leik og leggja þetta mörkum til að vinna hann. Og bara spenntur og það verður allir klárir. Fyrir því sem þjálfari, Donni, leggur leiki eins og þennan leik á móti grönum okkar í KA, leggur þetta eitthvað annað, einhver önnur dagskipun heldur en svona í aðra leiki? Nei, ég get náttúrulega ekki sagt það. Hins vegar það þannig að við svo sem leggjum alla leiki með tilliti til andstæðingsins og KA akkurat eins og staðan í dag besta lið þegar þeir eru á toppnum, þannig að við þurfum svona að hafa það kannski í huga og leggjum leikin kannski með það í huga líka að þeir eru á heimavelli en nei, það er ekkert öðruvísi. Þetta náttúrulega bara leikur eins og hver annar og hann skiptir jafn miklu máli og hver annar og þó ég gerir mig fullkomlega grein fyrir öðrum ástæðum að hann skipti ykkur máli fyrir svona bæjarbúa en við ætlum að ná í 3 stig eins og í öllum hinum leikjum. KA eins og þú segir þegar á toppnum, þeir eru með greinilega sterkir afturáf í ár, þeir eru með sterkustu vörnin í ár, þannig að einhvern veginn þarf að takast á við það öðruvísi. Já, það er engin spurning og við erum með ágætisplan til þess að reyna að berja á því, svo kemur svo bara ljós á morgun hvernig það er. Nú við heyrum að sögur af því að það verður mikil uppbytun í Hamri á morgun, það verður mikið glens og gaman, gömlu mjölusmenn ætla að mæta hérna og gíra upp mikla stemmingu, þannig að það verður fjör. Já, þetta ótrúlega gaman og eins og þú segir, ég býst við alveg hrikalega skemmtilegum leik. Þetta verður mjög skemmtilegt, það verður frábært veður á morgun, veðurguðirnir lofa mér, ég talaði við það í nótt og þannig ég býst við að sé ekkert að vanbúnaði fyrir fólk til þess að flykkjast á völlinn og upplifa alvöru stemningu. Ég sjálfur hef ekki upplifað skemmtilegri leiki heldur en leikina í fyrra móti KA fyrir utan úrslitin og ég býst við að það verði nákvæmlega sama andrúmsloft í kringum þessa 2 í sumar núna og vonandi aftur næsta ári. Við erum ekkert að fara að stefna á sem úrslit og fyrra. Við náttúrulega töpum fyrir 1-0 á Akurvelli þar sem við mistum Sandora velli, þannig að við þurfum aldrei að kvitta fyrir það núna. Já, það má alveg segja það. Þetta náttúrulega sem annað tímabil allt svoleiðis og þeir fóru ekki upp og ekki við fyrra, þannig að það allt annað í gangi. En við vorum töluvert sterkari aðilinn ef við höfum að ræða eitthvað í þeim leik og alveg samt hvort við höfum fleiri og þó við höfum verið 3 færi, við vorum samt sterkari aðilinn. Þannig að það skiptir engu máli. Það verður bara spennandi í þessi leikur og mér finnst aðalatriði í þessu fyrir svona útafið, fyrir fólki sem ég að tala við að þeir mætið, styðið okkur, geðið allt í leikinn eins og við því að við viljum að gefa allt í leikinn. Það það sem skiptir máli, það að bæði ég og þú og stuðningsmenn og bara bæjarbúar komi og styðji hið rétta lið, þar að segja þetta á rauða og hvíta. Já, engin spurning og ef ykkur með tengingun á skemmtiferðaskipun og túristana og allt þetta þá er þetta eitthvað til að sýna þeim því að þetta eitt skemmtilegasta sem ég get mögulega ímyndað mér að fara með ferðamenn á að sjá alvöru fótboltaleik og alvöru stemningu á báðum liðum og þannig að guðana bænum þið sem að sjáu þeim eitthvað sem þýttengt, takið þið alla á leikinn. Donni, við skerpum bara rúnt einu kvöldum og smölum. Engin spurning. Gangi ykkur vel. Takk.